Góðan dag. Það alls staðar próf í gangi þegar við erum að vexa með Drottinn okkur og frelsa. Ég langar til þess að það sem kveikjan að mínu orði til ykkar í dag, það þessi grein sem birtist í Morgunblaðinu á fimmtudaginn. Sá þessa grein. Við stöndum nefnilega frammi fyrir því í dag að það alls konar gylliboð í gangi og nú verið að reyna að fá okkur til þess að samþykkja það að fara inn í Evrópubandalagið. Og mér finnst það efni sem við ættum aðeins að hugleiða og ég ætla að fá að nefna þetta við ykkur að við höfum ástæðu til þess að lesa ritningarnar og bera Evrópubandalagið saman við ritningarnar. Að því ritningarnar það segja okkur mjög athyglisverða sögu. Og ég ætla að byrja á því að fara með ykkur inn í Fyrstu Mósebók, 9. kapitúla. Þá komum við að þeirri sögu sem gerist strax eftir flóð. Nói gerir sáttmála við Guð. Guð gerir sáttmála við Nóa. Og það í 9. kapitúla Fyrstu Mósebókar. Og mér finnst svo merkilegt varðandi þennan 9. kapitúla. Þá akkurat verið að tala við okkur það þegar Guð gerir sáttmála við hann Nóa. Þá segir hann, þetta bara eina fyrsta atriði, verið frjósamir, margfaldist, uppfylli jörðina. Verið frjósamir, margfaldist, uppfylli jörðina. Því að það voru ekki margir á jörðinni eftir Nóaflóð. Það voru bara 8 mann sem höfðu komið út úr örkinni. Svoleiðis að Guð, hann gerði sáttmála við allt mannkyn. Og það var einmitt hluti af því var að stoppa ekki að börn yrðu til. Gera bara nógu mikið af því að fæða af ykkur börn. Og þetta var hluti af þeim veruleika sem þurfti að sinna. Og mér finnst svolítið athyglisvert að þeir þurfti að uppfylla jörðina. Það ekki langt frá þessum kafla til 11. kapitúlans, að bara einn kafla á milli, 10. kaflinn, þá kemur sagan Babelturnin. Og ég ætla að spyrja þetta svolítið saman og ég ætla að bera þetta svolítið saman við það sem við stöndum frammi fyrir í dag. Það segir Babelturnin, þeir voru komnir niður til Sínealands, þetta annað versið, svo bar við, en þeir fóru stað úr stað í Austurlöndum, að þeir fundu að láglendi í Sínealandi. Settu þar að og þeir sögðu hver við annan gott og vel. Við skulum hnoða tegursteina, herða í eldi og þeir notuðu tegursteinana í stað grjóts og jarðbygg í stað kalks. Og þeir sögðu gott og vel, við skulum byggja oss borg og turn sem nái til himins og gjörum oss minnismerki svo að við tvístrumst ekki alla jörðina. Og af þessari einu setningu þá sjáum við að svar mannsins við sáttmálanum við Nóa þegar þeir áttu að tvistrast alla jörðina, þá sagði mannkynið nei. Við ætlum að byggja okkar turn, okkar borg, við ætlum að vera saman. Þess vegna Babelturnin, hann dæmi fyrstu uppreisn manna sem að gerð var eftir Nóaflóð. Við vitum fyrstu uppreisn manna sem gerð var á dögum Adams og Evu. Það var þau mátti ekki borða af skilningstrénu, en þau gerðu uppreisn og borða af skilningstrénu, því féll jörðinni sinn. Nú næsti sáttmáli sem gerður var við Nóa og það fyrsta atriðið í sáttmálanum, það var eyðilagt. Mennirnir fóru á móti því sem frá Guði kom og Guði kemur. Og mér svo athyglisvert að við skulum ekki fara langan kafla í sögunni, bara frá 9. kapitúla til 11. kapitúla, að þá erum við búin að sjá mannkynið gerir uppreisn. Og systkini, við erum af þessu mannkyni. Við eigum það mjög auðvelt að gera uppreisn gagnvart Guði og þið sjáum meira að þegar við erum hvött til þess að koma með vitnisburði, segja frá, leyfa anda Guðs vinna í okkur og það sem að ólga í okkur að við fáum að segja frá því. Þetta ekki sjálfsagt í kristnum söfnum í dag. Það meiri hluti kristnum safnaðana þegir á meðan safnaða samkoman á sér stað.
Og Páll postuli hvetur alla til þess að hafa sitt, einn sálm, einn opinberun, einn predikun og svo framvegis. Og nú ætla ég vonast til þess að þessi orð mín til ykkar, þau ómi svolítið í samræmi við það sem hún Svanhildur var að lesa úr Efésubréfinu, að það verði opinberun og það verði predikun sem að hafa einhverja næringu fyrir okkur. Og þess vegna ætla ég að halda áfram með þetta efni. Hvað með alla þá sem að voru til staðar, og nú ætla ég að fá að setja þetta upp í fyrstu glæruna sem að ég með. Hvað með alla þá sem voru til staðar þegar við komum að eigum við vera sjálfstætt land, eigum við vera kristið land, eigum við að halda áfram heiðninni. Íslendingar hafa staðið frammi fyrir þessum spurningum mjög lengi. Hvað eigum við að gera? Og það var ákveðið árið 1000 að hafa Ísland sem kristið land. Og þetta fyrirbæri að gera Ísland að kristnu landi, það kostaði sitt. Það voru ekkert allir sammála á það, allir algjörlega á einu máli. Við áttum það til að vera með andstæðinga og þá sem að mæltu í móti. Sumi vildu bara alls ekki kristina, þeir vildu ekki yfirgefa Guðina, en svo var það sem að Kristur gerði. Það reyndist vera affæra sælt til allra hluta, vegna þegar Kristur talaði og hann kom með orð sitt til heiðingjana, til Íslendingana, þá gjörbreytti það þjóðfélagi okkar. Við stöndum frammi fyrir mjög svipuðu í dag. Og það það sem að hann Einar S. Hálfdánason var að skrifa hvort að við ættum að fara í efnahagsbandalag Evrópu eða hvort við ættum að vera sjálfstætt ríki. Og hann nefnir svona efnahagsleg rök, þið vitið. Hann segir, er ekki kveikt á hann? Þá er það kveikt á hann. Þetta er bara sjónýtt. Nei, mjút. Kemur núna. Þá segir hann að ef við förum inn í efnahagsbandalag Evrópu, þá þurfum við að borga 50 milljarða á ári. Og það er að gera ýmislegt gott við 50 milljarða. Ég veit að Vestmannaeyingar myndu mjög gjarnan vilja fá 50 milljarða í Herjólf og við viljum mjög gjarnan taka 50 milljarða og setja í vegakerfið eða setja í spítalana eða skólana því að við höfum alveg þörf fyrir þessa peninga. En þetta er svona hluti af rökunum sem samtíminn nefnir. Og ég ætla að fá að nefna rök sem eru trúarleg. Og þið heyrið ekki mikið af rökum þegar við erum að predika samtímann og svona pólitísk málefni samtímans, þá ýmislegt í gangi sem að við getum séð að tilheyrir kristninni eða tilheyrir Biblíunni. Og til að við sjáum, hluta af þessu rökum að maðurinn hann náða til að gera uppreisn. Og eitt af fyrstu táknum uppreisnarinnar var Babelturnin. Mannkynið gerði uppreisn, það ætlaði ekki að dreifa sér jörðina, það ætlaði að vera allt saman á sama stað og kurt á sinni rót, alveg eins og við lesum eilíðar smáblómið. En við sjáum líka að Guð, hann lét ekkert við staðar numið þó að menn hafi ekkert viljað hlýðunum, hann ýtti þeim áfram, hann þrýsti á, svoleiðis að við vitum að í dag að öll Evrópa hún þétt byggð. Við vitum Asíu, hún þétt byggð, bæði Suðaustur-Asía og öll Asíulönd, enda þeir sem að koma hingað frá Asíu, þetta bara það brot af þeim sem búa í Asíu. Það hlýtur að vera gott að búa þar. Við erum miklu sjaldgæfir einstaklingar hér að koma, við sem Íslendingar förum milli landa, þá erum við eiginlega bara sjaldgæf sjón fyrir fólk að sjá Íslending á Filippseyjum eða í Kína. Það er bara ekkert mikið það þar, þú finnur það kannski, en við sem lítil þjóð, við erum mjög sérstakt fyrirbæri að eiga okkar sögu skráða og við getum sagt okkar sögu nánast alveg í einni heild frá því land var fyrst numið og þangað til við stöndum frammi fyrir því
eigum við að ganga undir erlent vald, eigum við að gera sömu mistök og gerði voru 1262 þegar við gerðum Noregs konung að konungi yfir Ísland. Og ég ætla að fá að nefna þessi atriði við okkur vegna þess að ég trúi að þegar við fáum að sjá hlutinn eða heildina að þessari sögu, þá eigum við auðveldara með að taka ákvörðun. Og sjá þetta, sagan draum Evrópu, hann byrjaði í Babylon og hann byrjaði í Daniels bókinni. Og ef ég fer með ykkur í Daniels bókina 3. kapitúla, það mjög athyglisvert hvernig, eða bara 2. kapitúla, það mjög athyglisvert hvernig Guð talaði við Nebúkadnesar konung. Og þið getið lesið þetta saman, en áður en að ég lesi þetta allt saman, þá ætlum ég að fá bara næstu glæru, vegna þess að þá sjáu þið heildarmyndina Nebúkadnesar dreymir draum. Og draumurinn þannig að hann sé líkneski. Og líkneskið margskipt, það var höfuð úr gulli, og svo var bringan, hún var úr bronsi, og maginn eða kviðurinn úr silfri, og svo getum við séð að fæturnir, þeir voru sumpart úr leiri og sumpart úr járni. Og Daniel gefur skýringu og hann segir við Nebúkadnesar, þú ert höfuðið, gull höfuðið. Og það svolítið athyglisvert og þess vegna tengi ég söguna saman, að gull höfuðið, Nebúkadnesar, hann var konungur í Babylon. Og það tengjum við strax við Babelturnin. Þannig að uppreisnin Babelturnin hélt áfram sem uppreisnin í Babylon, enda var Nebúkadnesar, Babelkonungur, hann var búinn að fara herleiðinguna og taka Ísraelsmenn úr því landi sem Guð hafði gefið þeim. Og gyðingarnir voru orðnir fangar þessa konungs. Og mér finnst líka mjög merkilegt að við skulum sjá að hann skuli fá þessa opinberun frá Guði almáttugum, draumsýn einmitt hvað við erum. Og þegar við förum að benda á þessa draumsýn, ég veit ekki hvort að við séð þættina á Ómegu, draumsýn Evrópu eða draumur Evrópu, hafið séð á. Það var einmitt tilurð Evrópubandalagsins. Og það afskaplega merkilegi þættir sem benda á að þetta framhald, Evrópan framhald af því sem við sjáum að Biblían talar ríkin sem átt að vera Nebúkadnesar, síðan ríki Meda og Persa og síðan var ríki Alexanders mikla og svo kom 4. ríkið og það var ríki sumpart úr leiri og sumpart úr járni og gjarnan nefnt sem Evrópu eða sem Rómarveldi. Og hvað höfum við fyrir okkur í þessu? Jú, það eru ákveðin dýr sem voru látin tákna öll þessi ríki. Og þessi dýr, þau ekkert ósvipað því sem að við segjum, já, þetta nú rússneski björninn eða breska ljónið eða ameríski örninn. Við erum með svona dýramyndir sem tákna ákveðin ríki. Og þetta ævagömul hugmynd sem við höfum og þessi dýr sem eru nefnd og þið sjáið á þessari glæru, þau eru öll sem nefnd með nafni. Það var björn, það var hlébarði, það var ljón með vangjað ljón og svo framvegis og vangjaða ljónið, það var Babylon. Og síðan hlébarðinn, 3. ríkið, það var ríki Alexanders mikla. Og það svo merkilegt með það ríki, það fór svo hratt yfir. Þegar Alexander mikli hóf herferð sína, þá fór hann alveg viðstöðulaust úr milli landa og þá voru engin landamæri sem hélt honum. Hann var búinn að teygja gríska heimsveldið alla leiðina til Indlands. Hann felldi Persaríkið, hann felldi öll ríki þar á milli og þetta var bara vegna þess að við sjáum að Daniel hafi fengið sýnina og tákmyndina það hvað yrði eftir daga Nebúkadnesar. Nebúkadnesar átti bara örfá ár eftir þegar hann fékk að sjá framhaldið. En hann fékk líka að vita, hann gullkórónan, hann höfuðið. Og svo ríki Meda og Persa, þá kemur Kýrus og fleiri þarna sem höfðu mjög mikil áhrif. Og allt voru þetta ríki sem höfðu eitt einkenni og einkenni var þau voru guðlaus.
Konungarnir sjálfir voru að gera sig að guðum, konungarnir þeir þóttust vera æðstir og þeir voru að taka þjóðina sem hafði Guð almáttugan, skapara himins og jarðar sem Guð sinn. En þeir sá hann ekki. Og þeir vissi ekki betur en að guðir þeirra gætu ráðið yfir vatninu eða loftinu eða einhverjum náttúruöflum. Alveg eins og Íslendingar þeir tala gjarnan veður guðina. Það eins og einhverjir guðir ráði veðrinu annar heldur en Jesús Kristur. Það enginn sem hefur getað kyrrt vind og storm eða vind og sjó nema Jesús Kristur. Hann bara hastaði á vindinn og sjóinn og það var bara stillilogn. Og við eigum þessar sögur til þess að minna okkur á, það er aðeins einn almáttugur Guð. Það er okkar eigin Guð. Ef við förum úr þessari sögu, draumar Evrópu, draumar mannkyns eitt stórt ríki, þeir eru að birtast fyrir framan nefið á okkur vegna þess að Evrópa hefur verið að taka sér þessi trúartákn. Og ef við sjáum næstu glæru, þá eru trúartáknir svo athyglisverð sem mér finnst nauðsynlegt að koma að. Þið sjáum, þetta eru 2 byggingar sem að þarna eru. Önnur byggingin er gamli Babelturnin sem að þeir byggðu í Sínear í 11. kapitula 1. Mósebókar og það var málari, Bruegel, sem málaði þennan Babelturn svona 1580 eitthvað svoleiðis það leyti sem að Guðbrands Biblía er gefin út á Íslandi. Það málaði Bruegel þetta málverk og þetta greip arkitektana sem að voru beðnir að teikna þinghúsið í Strasbourg. Og hvað gerðu þeir? Jú, þeir byggðu þinghús eins og það væri ekki alveg tilbúið. Það væri þarna Stilnasatir ennþá, það væri þetta ekki alveg tilbúið hús og þetta er einkenni á þinghúsinu í Strasbourg. Það tekur myndina frá Babelturninum og gerir að sínum vettvangi, sínu tákni. Og þessna segi ég, ef að við ætlum að skoða dæmi út frá trúarlegum táknum, skoðum hvað blasir við augum okkar. Babelturnin og þinghúsið í Strasbourg. Er þetta tilviljun að þetta skuli vera sama táknmynd Evrópu í dag og ríkjafyrirkomulaginu fyrir rétt eftir daga Nóa? Næsta glæra sem ég með, það er einmitt það sem kemur inn í nútíman. Þá er verið að segja að þeir eru að ljúka endurskoðun á stjórnarskrá Evrópubandalagsins 2009. En 2017 þá voru konur með fullkomna stjórnarskrá sem Evrópubandalagið kom með. Og hvað voru þeir að tala þá? Jú, þeir ætla að búa til eitt ríki sem væri yfir alla Evrópu. Við stöndum frammi fyrir þessu vali. Eigum við vera þar? Og ég segi þegar við förum að raða þessu niður og benda á þessi tákn sem að fylgja Evrópu, þá er eðlilegt fyrir okkur sem kristna menn að segja, ætla ég að taka þátt í ríki sem er grundvallað á uppreisn gegn Guði almáttugur? Ætla ég að samþykkja að vera meðlimur í ríki sem að tekur Babelturnin og hefur það sem fyrirmynd að þinghúsi sínu? Og meira, við ætlum að fara líka í þriðju myndina og það er þessi mynd. Þetta bara birtist í París í fyrra. Það var heilmikil sýning og þá kemur fram kona sitjandi á nauti. Og hvað er þessi kona sem situr á nautinu? Jú, þetta er gömul mynd og grískri goðafræði sem sagði frá því að stúlkan Evrópa, hún var á gangi á strönd Miðausturlanda. Sennilega í Líbanon eða Ísrael, einhvers staðar þar. Og þessi fagra stúlka, Seifur, æðsti guð Grikkja, hann sá þessa stúlku, hann breytti sér í naut og kom að þessari stúlku, bauð henni á bak og svo hljópaði með hann út í sjó og þar nauðgaði hann henni. Og þetta er sagan Evrópu og nautið. Og við erum að sjá að þetta er náttúrulega þetta er ekki góð rót að sögu Evrópu,
að við skulum hafa nauðgara sem eitt af stærstu táknum Evrópu. Og þá erum við að sjá, það uppreisnin gegn Guði. Við erum að sjá draumana Babylon. Við erum að sjá stjórnarskrána sem byggir á því að Evrópa var nauðgað af seifi, konan sem sat á nautinu, og þetta alla Evrópu. Þetta í peningunum hjá þeim, þetta út allt, og þá segi ég, grunnurinn að þessi Evrópuríki ekki beint biblíulegur. Við stöndum ekki frammi fyrir því að velja eitthvað þjóðfélag sem ætlar að mæra nauðgun og misnotkun. Við vorum að heyra í konunum í gær sem gengu niður skólavörðustíginn og hver og einasta kona hrópaði ég drusla vegna þess að það svo algengt að konur verða fyrir nauðgun. Og það kristilegt? Það sem söfnunin á að gera? Nei. Þarna eigum við að gera greinarmun og ég geri það. Þess vegna tala ég svona við ykkur að við áttum okkur á að Evrópuríkin, stjórnarskrá Evrópuríkisins ekki kristileg. Og ég ætla að leyfa mér að segja það við ykkur, ég ætla á þeim tíma þegar kosið verður ætlum við eigum að ganga til samninga við Evrópu eða umræðu, þá ætla ég bara að segja nei. Ég vil ekki ganga til umræðu við ríki sem hefur heiðin gildi sem grundvöll. Ég vil ganga til samninga við ríki sem hefur kristið eðli og kristið siðferði sem grundvöll. Við eigum því láni að fagna hér á Íslandi að við tókum og við fengum krossfánan yfir okkur. Við hefum líka okkar skjaldamerki sem eins og kerúbarnir í kringum hásæti Guðs. Þú getur lesið þetta bæði hjá Esekiel spámanni, þú getur séð þetta líka í Opinberunarbókinni, hásæti Guðs með kerúbarna í kring. Það var ljón og það var örn og það var svo höfum við dreka í stað fyrir ljónið, en það var maður, risi og það var naut. Og við erum með öll þessi 4 tákn í skjaldamerki Íslands. Svo við stöndum fram fyrir að varpa frá okkur hinum kristna grunni og taka undir hinn heiðna grunn. Það okkar leið? Það á kirkjan að fara þangað? Eigum við að vera þar sem að ýtir undir heiðnina, gríska goðafræði, uppreisnina í Babel og svo framvegis? Og ég segi nei. Það alveg komið tími hjá okkur að segja, nú segjum við nei, við tökum ekki þátt í þessu. Síðast atriði sem ég ætla að nefna við ykkur, og ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, að þegar verið að mæra nautið og Evrópu í bæði peningakerfi Evrópuríkjana og þegar þeir halda stórar hátíðir, þessir háu herrar eins og í París, þá eigum við að athuga, skoða með og hlusta og athuga passa þetta við mitt siðferði. Passa þetta við það sem Biblían að boða mér. Passa þetta við það sem ég á að gera. Ég þykist alveg vita það. Að aðal áhersla sem verður lögð inn í þessi mál verður, ef við förum inn í Evrópubandalagið, þá verður hagur heimilanna betri. Vextirnir munu lækka og þá koma alls konar svona fjárhagsleg gylliboð. En vitið þið, þetta bara blekking. Þetta bara lygi. Því að það hefur alltaf verið fjárhagslegir vandræði í alla Evrópu. Og það alveg sama hvort þú nefnir Austur-Evrópu, Suður-Evrópu eða jafnvel Norður-Evrópu. Við nefnum jafnvel nyrstu lönd efnahagsbandalagsins eins og Finnland. Það allstað fjárhagslegir örðugleikar. Haldið að þeir muni bjarga fjárhagslegum örðugleikum Íslands? Nei. Það eina sem þarf hér á Íslandi, það að þeir sem stjórna málum og eru kosnir til alþingis hér á Íslandi, þetta séu menn sem hafa gott siðferði og segja við neitum að taka þátt í okri. Það hefur engin rétt á að búa til lög á Íslandi sem gerir það verkum að það verður okra á þér. Þú þarft að búa, þú þarft að eiga heimili, þú þarft að hafa þína vinnu. Við þurfum líka okkar hjálp þegar kemur að heilbrigðiskerfinu, en á að okra á okkur, þá segir bara nei. Og þetta hluti af því sem við köllum þrælakerfið,
þegar hagsmunir landsins eru gerðir eins og við séum þrælar. Við getum unnið og þið vitið það að þeir sem kaupa íbúðir í dag og ungt fólk, þau verður ekki búin að borga íbúðina að fullu þegar þau taka út úr lífeyrissjóðunum. Hætt að vinna, orðin gömul, þá eru kannski loksins laus við íbúðina og skuldirnar og lánin. En þá hafa bara mjög lítið upp á að hlaupa. Og hver fær mismunin? Hver fær allan peningana? Er það bara lífeyrissjóðurnir? Lífeyrissjóðurnir eru núna yfir 10.000 milljarðar. Það er rosalegu peningur. Fyrir örfáum árum þá voru þetta 7.000 milljarðar og ég sá í Morgunblaðinu held ég fyrra að tekjur lífeyrissjóðanna á Íslandi er 1 milljarður á dag. Þeir fá 360 milljarða á hverju einasta ári. Hvað ætlar að gera við afganginn? Og svo er alltaf verið að flýsa þetta niður og skera niður og við erum bara rétt skrimtum. Jú, ég á alla fyrir bensín á bíli. Við stöndum þannig frammi fyrir öllum þessum málum. Að síðustu þetta, ég ætla að fara með ykkur inn í þessa glæru, já. Af hverju er þetta fáni Evrópu? Af hverju er það bara blár með svona mörgu stjörnum? Vitið hvað tákn þetta er? Páll postuli mætti þessu tákni í Efesus, Artemis Efesusamanna. Þeir gerðu hróp og köll að Páli postula og sögðu mikil er Artemis Efesusmanna. Vegna þess að þeir sáu það að kristna trúin sem Páll boðaði, hún eyðilagði himnadrottninguna. Artemis var himnadrottningin í Efesus og þetta var gyðjan sem allir vildu dyrka og hún hafði þessa kórónu. Hún hafði stjörnukringin í kringu sig. Í dag hafa þeir gert gott betur. Katólikar, þeir hafa Maríu mey, þessa yndislegu konu sem við eigum mjög mikið að þakka. Hún fæddi Jesúm Krist, hún var sérstaklega valin til þess að fæða Jesúm í þennan heim og þeir hafa breytt henni í himnadrottninguna. Katólikarnir eru með þessa kórónu yfir Maríu mey. Og eigum við sem kristnir einstaklingar að gera Maríu mey að himnadrottningu, einhverju gyðju? Þetta gerir Evrópumenn. Eigum við samleið? Á söfnunni samleið með þessu? Ég segi nei. Það er eðlilegt að við förum og segjum, látum orð Guðs hljóma. Látum það rætast. Látum það vera til staðar. Ég ætla að enda mitt orð með því að fara með ykkur í Opinberunarbókina og Opinberunarbókin 13. kapitúli. Ég hveti ykkur bara til þess að lesa þá bók heima. Ég ætla ekki að lesa allt saman. Ég ætla aðeins að lesa bara nokkuð vers. Og í þeirri bók þá er verið einmitt að tala síðasta tíma, síðasta ríkið. Og sjáu hvað ég segi hérna. Þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Þetta er fyrsta versið. Það hafði 10 horn og 7 höfuð. Og á hornu þess voru 10 ennistjást. Og höfðu þess voru guðlöstunarnöfn. Dýrið sem ég sá var líktist pardusdýri, fætur þess voru sem bjarnafætur, munnur þess eins og ljónsmunnur, drekinn gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Og takið þetta í dýrunum, það var ljónsfætur, bjarnafætur segi ég, og það er svo athyglisvert hvernig þetta er sagt, höfuðið var með 10 horn og það var ekkert nema guðlöstunarnöfn, pardusdýr, bjarnafætur, ljónsmunnur. Þetta er akkúrat það sama og notað var líkneskið sem að Nebúkadnesar sá í draumi sínum. Þetta voru ríkin sem myndu koma áður heldur en endur koma Jesú Krist ætti stað. Nú stöndum við frammi fyrir því, kæru vinir, að við erum bara á þeim landamærum að þetta ríki í Evrópu, það fara að taka yfir. Hvar verður okkar skjól? Hver verður okkar staða? Hvað eigum við að gera? Og ég segi, það er komið tími fyrir kristna söfnuði að þeir taki sig saman og segi, leitum orð drottins. Látum orðið leið okkur.
gerum það sem við vitum að er okkur til velsældar og blessunar. Vitið þið hvað þetta ríki á að gera sem að við köllum Evrópubandalagið? Þetta á að leysa allan okkar vanda. Það mun aðeins eitt ríki leysa okkar vanda. Það er Guðs ríkið. Og vitið þið, það er svo athyglisvert. Þegar Jóhannes skýrari var að predika, þá byrjaði hann að segja, gjörið yðrun, himnaríki nálægt. Og hann tengdi saman að við gerum yðrun og þá fáum við eingöngu inn í himnaríki eða Guðsríkið. Jesús byrjaði að predika og hann sagði líka, gjörið yðrun, Guðsríkið er nálægt. Þannig þeir eru báðir sammála, yðrunin er á undan að við fáum að taka þátt í ríki Guðs. En það þarf enga yðrun til þess að taka þátt í ríki Evrópubandalagsins. Það bara kjósum við. Svo bara koma sáttmálarnir og reglurnar og við ráðum engu. Þriðja atriði sem kom fram í Biblíunni, það er í Postulasögunni á hvítasunnudag, þegar Pétur postur er að predika. Hvað sagði hann? Hann byrjaði á að segja við sína áheyrendur, gjörið þið yðrun. Því Guðs ríki er nálægt. Á þessum 3 stöðum, hjá Jóhannesi skýrara, hjá Jesú Kristi og hjá kirkjunni Pétri postula, þá var alltaf sami boðskapurinn, gjörið yðrun. Og ég segi það komið tími til hjá okkur kristnum að við förum að bera saman að gylliboð samtímans varandi Evrópu. Þetta er eintóm blekking. Og hver er faðir blekkingarinnar? Hver er faðir lyginnar? Var það nokkur annar heldur en Satan? Var ekki bara djöfullinn? Hvað sagði Jesús við gyðingana? Þið eigið djöfullina föður. Því hann er faðir lyginnar. Og upphaf lyginnar og blekkingarinnar er einmitt það. Hvað er Evrópubandalagið? Er það þessi vonar peningur sem við sjáum? Nei, það er það ekki. Það er komið tími hjá okkur kristnum að ákveða að velja út frá orði Guðs. Að síðustu kemur þetta fram, þá ætla ég að fá síðustu glæruna hérna upp. Það er sagt, öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekann af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt. Hver er þessi dreki sem eru tilbúið? Tilbeðin. Þessi dreki er ekkit annað en djöfullinn. Og við erum að sjá hvernig uppreisnin hjá Babyloniumönnum þegar við byggðu Babelturnin og hvernig samtíminn okkar standa fyrir samskonar blekkingu að það er verið að leiða fram það sem að Guð vill ekki. En það kemur ósjálfrátt. Þú og ég, við höfum fengið þá náð að hafa augu opin og heyra hvað ritningarna tala um. Og er það tilviljun að þessar bækur, allt frá fyrstu Mósebók til Opinberunarbókarinnar, þetta eru bækur sem tala um samtíma táknin, samtíma undrunina, samtíma undrin og það er djöfullinn á bakvið þetta allt saman. Þegar Jesús kemur, þá mun hann koma til þess að binda dauðan og djöfullinn. Hvað verður þá um efnahagsbandalagið? Hvað verður þá um Evrópubandalagið? Það mun hverfa. Hvaða ríki tekur þá við? Við köllum það Guðs ríkið. Og þá mun Jesús Kristur koma, sé stjórnandi, konungur konungana, drottinn drottna og þá verða allir að beygja sig fyrir honum. Hvert kné beygja sig. Amen. Þið verður ekki mynd þarna af peningunum. Ég ætla að enda á því. Já, það er alltaf leið. Þá bara látum við þetta vera amen í dag. Ég er ekki bara ánægð með þetta. Já, ég ætla ekki að segja mikið meir. En þetta er hluti af okkar veruleika, kæru vinir. Glíman sem við erum í, hún er hversu mikið Guðs orð fær að ráða hjá okkur. Og ég ætla að fá einhver til að standa upp og við skulum biðja fyrir því að Guðs orð, siðferði Jesú Krist, orðaritningana, það megi hljóma hið innra í okkur og við megum vera sammála þessari opinberun. Heyri amen. Takk drottinn minn. Þú ert Kristur okkar og Guð. Þú ert konungur okkar og herða. Þú ert frelsarinn okkar og við viðurkennum þig sem Jesú Krist, Guðs son. Þakka þér fyrir þá opinberun sem við höfum fengið. Þakka þér fyrir að við tala um þitt mál og brýna hvert annað að velja þig umfram allt.
tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni og í okkar hjörtum líka. Drottinn, gefðu okkur náð að við játumst þér, við viðurkennum syndir okkar og við göngum inn á þinn veg til þess að Guðs ríkið verði á meðal okkar. Fríður og náð verði yfir öllum þeim sem í okkur heyra. Í Jesú nafni. Amen. Takk fyrir góða áheyrn. Góðir áheyrendur, hlusti mjög vel. Dýr sé Guði.